Ég ætla að byrja í dag á að baka eina bagettu eða tvær. Það vill svo til að ég er að fá mömmu og pabba í mat og ég og pabba ætlum að reyna að komast í gegnum það að elda eina fiskisúpu saman. Og það er nefnilega alveg veist að ég er komin að langri línu af besservissum, þannig að það er spurning hvort að við lifum af samvinnuna. En nú ætlum ég bara að vinda mig beint í brauðið. Ég er hérna með það bil 600 grömm af hveiti sem ég bara að skella í skáluna og svo er ég búinn að vekja gerið. Og það er bara gert með því að láta gerið sitja í volgu vatni með smá sykri og að láta það standa í svona 10-15 mínútur. Og nú setjum við bara þetta hérna niður, setjum vélinni í gang, smá salt, smá olíu, svo 2-3 matskeiðar og svo hellum við bara gerinu saman við, hægt og rólega. Og það er alltaf svona pínlítið að vega og meta hversu mikið vökva eigum að setja hverju sinni. Sumt hveiti þarf meiri vökva en annað, sumt þarf aðeins minna. Þess að það bara fylgjast með meðan maður er að láta gerið ofan í, að meta það hvenar hlutir eru orðnir og blautir. Eins og núna, þá heyrir maður þetta orðið pínu klístrað. Þá ætla ég bara að redda mér hérna með því að sækja mér smá meira hveiti. Svona. Og nú á það bara að hnoðast í svona 10 mínútur til að fá fallegt, vel unnið og teygjanlegt deig. Nú ætti að vera búið að hnoðast í svona 10 mínútur. Slekki bara á þessu. Ná mér í skál. Og nú ætla ég bara að ná þessu út. Og veiða þetta af króknum. Svona. Það er ágætt að hafa smá hveiti í skálinni sinni hérna. Og svo tökum við deigið bara upp úr. Svona. Þetta er ljómandi fallegt deig finnst mér. Nú ætla ég bara að móta svona kúlu úr deiginu mínu og koma því fyrir hérna í skálinni. Það er smá hveiti í skálinni sem auðveldar deiginu að rísa upp. Og nú þarf þetta hreinlega bara að hefast í kannski 1,5 klukkutíma á heitum stað og þá mun deigið alveg 2, jafnvel 3-faldast í stærð ef við erum heppin. Og ég ætla bara að henda svona handklæði yfir og skellum þessu á heitan stað. Þá er komin núna kannski 1,5 tími síðan að við létum deigið byrja að hefast og það er nú búið að 2-faldast allavega í stærð hjá okkur. Og þá ætla ég að koma því hérna út á borðið, smá hveiti og svo veltum við bara deiginu hérna svona. Og nú þurfum við að hnoða það aðeins niður, berja úr því loftið og við ætlum bara að kljúfa það niður í kannski eins og 3, kannski 4, við náum 4 kúlum út úr þessu, svei mig þá. Svona. Og núna ætlum við bara að fara að móta bagettur, að byrja að rúlla þeim hérna út. Það eru margar leiðir til að búa til pulsur og ég hugsa að einhver frakki myndi nú sennilega snúa mig úr hálsliðnum ef að segja þetta núna. En þetta eiga bara að vera svona stuttar og snaggarlega bagettur. Svona, hérna komum við fyrsta. Tökum við næstu. Og það er náttúrulega, það segja eiginlega allir sjónvarpskokkar þegar þeir eru að búa til brauð, að það er svo heilnæmt að hnoða deig og manni líður svo vel á meðan. Og svei mig þá, það er bara satt. Það er ótrúlega ljúft að standa í eldhúsinu og búa til brauð. Það er eitthvað sérstaklega velunandi við það. Og það er eitthvað svo skemmtilegt að sjá, þetta hljómar kannski pínlítið væmið, að sjá eitthvað umbreytast frá því að vera bara eitthvað púður í poka og allt í einu verða eitthvað svona stökkt, fallega gullið og það er bara fullkomlega dásamlegt. Nú held ég að það sé að koma hérna hjá mér síðasti leifurinn. Og að því þetta er heimagert, þá má þetta vera pínu rústírt. Það má vera bara eins og maður vill hafa það. Þetta þarf ekki að líta fullkomið út, þetta þarf bara að vera gott. Nú komum við bara hérna þessu fyrir á plötuna, svona. Við röðum þessu upp. Og svo skerum við aðeins í bagettuna til að fá þessar fallegu rákir í.
Stundum ágætt að leyfa þeim að standa við herbergið sitt í svona hálftíma í viðbót áður en við skellum þeim inn í ofninn. Nú snaraði þessu bara inn í ofn. Og þetta ætlum við að baka í kannski 35 mínútur við 180 gráður. Það eitthvað sem ég elska meira en hvítlauk og smjör. Ætli það sé ekki bara humar. Og þennan glæsilega humar fengum við í fiskverslunni Hafinu. Og hann ætla ég að gera á eins einfaldan hátt og hægt er. Það ég ætla að sameina ást mína á hvítlauk og humri á dálítið skemmtilegan hátt. Það sem ég ætla að byrja á að gera er að opna humarinn. Oft það þannig að þegar verið er að vinna með humar, að það klippt upp í gegnum magann. En ég ætla að gera þvert á það. Ég ætla að klippa upp hérna í gegnum það sem gögnin er, upp í gegnum bakið. Og það er mjög einfalt. Það bara rennir skærunum svona í gegn. Svona. Og svo þarf maður að brjóta hérna brjóskinn sem er á kviðveggnum. Svona. Og svo opnast hann bara. Og svo lyftir maður humrinum upp. Upp úr skelinni. Og þá blasir líka gögnin við hérna. Og hana viljum við losna við. Svona, skellum henni bara á diskinn. Og svo röðum við humrinum bara upp hérna. Og tyllum sjálfu holdinu upp á skelina. Við ætlum að raða þessu kannski aðeins örlítið öðruvísi svo ég kom með fleiri humrum hérna fyrir. Svona. Sjáu þessa fallegu röð af humarhölum sem eru að byrja að myndast hérna. Það sem ég er búinn að gera hérna er bara að hakka niður smá hvítlauk í jómfrúrolíu og bara almennilega jómfrúrolíu. Sko þeim betri sem hún er, þeim betri verður rétturinn. Og eina sem eftir að bæta í þetta er smá steinselja og svo bara tökum við þetta fínt niður. Svona. Og hrærum þetta vel saman við. Og svo er alltaf gott að skerpa aðeins á olíunni með smá þessa salti og dálítið pipar. Man fer að hljóma dálítið klísukjarn með salt og pipar, en það er sennilega bara mikilvægast sem maður nú gerir í matagerð, að það er að salta vel og pipra. Og núna er ég komið með þykka og fallega olíu. Og nú ætlum ég bara að ausa henni hérna yfir. Svona, og ég veit ekki ykkur, en þetta er bara hreinlega með fallegri sjón sem ég sé. Svona, aftur, smá salt og þá er bara humarinn tilbúinn fyrir ofninn. Það er bara hægt að geyma hann inn í ísskáp, en svo þegar gestirnir koma, þá bara kyndið þið vel undir ofninum og þegar hann er blúsheitur með grillið í gangi, þá skellið þessu inn í kannski 5, mestalega 6 mínútur. Þá er rétturinn tilbúinn, verður alveg fullkominn. Og þá ætla ég bara að vinda mér yfir í sósuna. Ég tek hérna bara eina dós af vel feitum sýrðum rjóma. Svona. Og ég ætla bara að hella sem nemur kannski 1 til 2 teskeiðum af olíu. Og nú bara hræra olíuna vel saman við og svo þarf alltaf að smakka og það þarf aðeins að eiga við þetta. Nú er ég með smávegis hlynsíróp. Hrærum það saman við. Safa úr hálfri sítrónu. Sama hér, við reynum að grípa steinana, sjáu þið, nú virkaði triksið. Hræra þetta saman við. Nú er þetta að koma heim og saman. Smá salt, smá pipar og smá steinselju. Sker hana fínt niður.
og tek kannski svo teskeið. Þetta eitthvað sem ég bæri á borð stoltur. Ég og pabbi ætla núna að elda fyrir ykkur fiskisúpu sem við höfum gert saman, eiginlega bara óteljandi sinnum. Þá þarf ég fyrst smá olíu í pottinn og við ætlum að byrja eins og mjög margar soð og súpur byrja, að það með svona ákveðnu grunngrænmeti. Í franskri matagerð er alltaf talað mirepoix, sem þá bæði gulrætur, laukur og selleri, en ég á þó eftir að skera niður smá hvítlauk. Þannig að nú þegar hitinn er komin aðeins upp, þá ætlum ég bara að setja eins og nokkur andfylli hérna onni. Svona, þetta má bara fara til hliðar og alltaf öll skref, salt og pipar. Svona. Svo sem mér að segja fólki hvað þessi uppskrift er. Finnst þið það, já? Já, það finnst mér. Þetta er semst augljóslega ekki uppskrift frá mér komin. Faðir minn hann á nú heiðurinn af þessu blessaður. Þannig að það er kannski rétt að þú segir hvað uppskriftin er komin. Já, ég bara man það ekki, sko, en hún er komin svo til þín frá mér. Það er algjörlega á hreinu. Svona, ég ætla að taka, sagði ég ekki að mér vantaði hvítlauk. Svona. Sem minnir mig á það, því ég er búinn að setja þetta þannig í. Svona, hrærum þetta aðeins. Og það sem er skemmtilegt við þessa súpu er það að við erum með dálítið af ólíkum tegundum af fisk. Hérna erum við með löngu, við erum með þorskmakka og svo erum við hérna með steinbít. Það er ekkert vitlaust til þess að bæta lax út í þetta. Skötuselur geti verið alveg fyrirtak og stundum hef ég sett hörpuskel. Það er svona vel ykkur á. Þegar súpan er alveg að vera tilbúin, þá byrjum við að vinna í fiskinum. Þorskurinn þarf kannski 7 mínútur og langan örlítið minna, steinbíturinn eitthvað svipað á þorskurinn. Og svo þarf humarinn ekki nema 2-3 mínútur, rækjurnar með að bara fara í rétt í blá lokin, á rétt áður en að ber fram súpuna. Mér finnst líka ástæða til þess að koma því að fiskurinn lítur svona út með sítrónum og steinselju og gjarnan ísmolum. Vegna þess að þegar við erum að elda heima þá eru yfirlega gestir og þeir koma inn í eldhús, þeir fá sér hvítvínsglas eða bjórglas og þá skiptir náttúrulega máli að maturinn sem við erum að reiða fram, hann svona blasir skemmtilega við þeim. Talandi hvítvínsglasið, þá ætla ég að fá mér smá lögg. Ég ætla að nota sama vín í súpuna og ég er að nota bara með matnum síðan. Og ég ætla að nota, hvað á ég að vera djarfur, að ég setja hálfa flöskuna eða? Ég myndi ganga lengra, sko. Svona. Ég þarf að fá eitthvað aðeins svo eftir. Hvað tímur að setja dýrt hvítvín í þetta? Ég bara hvítvín sem ég myndi annars drekka, sko. Þú semst kaupir ekki ódýr hvítvín í fiskisúpur? Nei. Og svo stendur í sömu uppskriftum að það megi nota mysu. Og ég verð bara að fá að segja mína skoðun á því, en ég bara átta mig ekkert á þeirri ráðgjöf. Jú, það má alveg prófa það. Við höfum gert það. Mysa bragðast náttúrulega bara eins og súrmatur. Og hérna, á því held ég bara ekkert erindi í nokkra matagerð. Kannski þeir sem eru með beinþynningu, pabbi, þeir eru að drekka mysu. En við hinn getum bara látið það vera. Ég hef prófað að nota mysu í fiskisúpu og það heppnaðist bara stórvel. Það eru engar líkur að þetta sé satt. En núna erum við búin að sjóða sem sagt upp áfengi aðeins, má sjá. Við erum aðeins að kynda undir þessu. Og þá er hérna með tilbúið fiskisóð sem erum bara búin að vera með á mallinni hérna. Og ég ætla bara að byrja að ausa því, passa á þessu hérna. Ég ætla að byrja bara að ausa því út í. Og ætli ég sé ekki fara að nota það bil 1,5 til 2 lítra fiskisóði. En það er alltaf þannig með allar þessar uppskriftir, það er bara að smakka þetta til í lokin. Maður þarf bara, þegar maður er búinn að tæta þetta saman með töfrasprotanum, það bara smakka til súpuna þess. Og þá veit ég að það þarf smávegis af salti, svona, og pipar. Má alveg vera örlátur með salt og pipar, svona. Þú veist, það er alveg sama hvað að gera, Ragnar minn, það má alltaf bjarga þessi lokin með smá chilisósu. Já, það er, sko, sá tími er ekki kominn ennþá. Við erum langt frá því
mómenti að þurfa að fara að ræða chilisósuna. Þetta sígilt ágreiningsatriði okkar í milli. Hvar og hvenar og aðalega hvort chilisósan á eitthvað erindin í uppskriftina. Nú ég búinn að setja bæði fisk í soðið og hvítun út í og þá ætla ég bara að skella kókosmjólk saman við. Náum við öll út úr dollunni. Hún skilur sig eiginlega alltaf í dósunni og ég er með 2 dósir af þessu. Náum þessu bara öll út. Og þetta er eiginlega bara grunnurinn í súpun okkar. Eina sem á eftir að gera hérna er bara að blanda þetta allt saman og þá ætla ég að sækja mig bara töfrasprota. Það er aldeilis fútt í þessum töfrasprota. Og svo er bara að blanda súpuna vel saman, tæta grænmetið vel saman við vínið, við fiskisóðið og kókosmjólkina. Svona. Og sýnist mér þetta að vera orðið bara nokkuð gott. Hún er góð. Þetta er súpan mín, þá finnst mér að það er að svona taka þetta alltaf mark á mér í þessu. Sjá, ekki svo það. Feikilega gott. Er ekki fínt bara? Hérumbil eins og mín súpa. Ég held að það sé meðmæli, sko. Hérna, þá bara höldum við áfram. Hvað viltu fá mikið selleri í? Býtu hægur, ég ætla ekki að fá neitt selleri í þetta. Ekkert selleri? Nei, þú ert komið með paprikunar. Ég vil að þú skerir niður, ég byrja bara að skera niður sveppina fyrir mig. Já. En nú máttu setja paprikuna út í. Og ég ætla að taka hérna fennel, með þess að snirta hann til. Og ég ætla bara að taka hann niður í þunna sneiðar. Svona. Skiptir finnst mér miklu máli að hafa papriku í nokkurum litum. Það gerir súpuna svo fallega. Það gefur alveg ótrúlega mikið. Svona. Við erum jafnveg pínlítið að pæla í hérna. Ég held að megi bara setja sveppina líka, sko. Strax. Það viltu bíða þess með það? Já, nei. Skelltu það bara út í. Og svo ætla ég að taka þessa ílöngu papriku bara til að fá enn annað form í hana og bara sneiða rétt framan að henni. Hérna ætti kjarninn að byrja að sýna sig eitthvað. Hættum bara þar. Svona, bætum þessu saman við. Svona. Ekki að setja smá þessa kryddjurtum, steinselju eða eitthvað svoleiðis. Frábært. Og þá tek ég hérna smá þessa steinselju. Voru gulræturnar komnar út í? Nei, heyrðu, sorry, gleymi þeim. Gulræturnar með að fara. Svona. Nú leyfum við þessari súpu bara að krauma í svona 20 til 25 mínútur. Þannig að allt grænmeti er orðið nærri því eldað og þá förum við að vinna í fisknum. Þeir verða nú ekki öllu fallegri dagarnir í Reykjavík en þessi. Heiðskýr himinn, glampandi sól, spegilsléttur sjór. Og þá finnst mér voðalega notalegt að fara bara í göngutúnir í bæ, grípa sér eitthvað fljótlegt og tylla sér niður og virða fyrir sér útsýnið. Annars er pylsugerð eiginlega bara leikur einn. Það er ekkert mál að gera þetta heima hjá sér. Eina sem þarf er bara gott hráefni, grísahakk eða lambahakk eða bara villt, þú veist, dádýr eða eitthvað. Og mér hefur tekist að gera bæði dádýrapylsur, mér hefur tekist að gera chorizo-pylsur og bratwurst og Cumberland. Og þetta er miklu minna mál en margur heldur. Og það er engin þörf að vera eitthvað hræddur við að prófa að sjá áfram í þessu. En samt sem áður finnst mér stundum bara eiginlega allra best að fara niður í bæ og fá mér eina með öllu. É só isso, meu baião, e não tem mais nada não. O meu coração pediu assim. Hérna kemur þetta, bon appétit. Á meðan að mamma og pabbi er að gæða sér á humrinum,
þá ætla ég að vinda mér hérna yfir í fiskinn. Ég ætla að skera hérna niður í smáa bita og þetta tekur bara örstutta stund að eldast. Og nú tek ég hérna til dæmis hérna var ég með þorsknakkan og þá vindum við okkur í smá löngu. Svona, bara grófa bita. Þetta eldast kannski á bara svona 5 til 7 mínútum. Þetta er með smá steinbít, ég sker bara aðeins af þessu og þetta fer bara í litla bita, svona. Og ég ætla aðeins að bragða súpuna og sjá hvernig hún er. Hún er alveg rosalega góð, það var engan rjóma eða neitt til þess að bjarga okkur hérna núna. Nú bara er súpan tilbúin fyrir fiskinn. Ég ætla bara að tylla hann varlega ofan í. Fiskurinn tekur bara 5 til 7 mínútur. Nú hrærum við þetta aðeins saman. Fiskurinn er alveg umlaukinn hérna. Leyfum þess að malla í 2 mínútur áður en við bætum humrinum saman við. Og þá er það humarinn sem er búinn að sitja hérna í smá sítrónu og við tyllum honum bara út í, alveg eins og fisknum. Og hann þarf bara 3 mínútur, þá er hann tilbúinn. Og að lokum, rækjurnar, þær bara fara út í bókstaflega áður en ég ber diskinn á borð. Dreifum þess út í, viljum ekki hrúa of miklu og svo klárum við þetta með smá kóríander sem er út í glugga hérna hjá mér. Og ég ætla ekki einu svona að saxa niður, ég ætla bara að rífa hann út í pottinn. Svona, dreifa þessu gróflega hérna yfir. Og núna er þessi frábæra fiskisúpa að hætti feðgana tilbúin til þess að fara á borðið. Gjöra þið svo vel. Takk fyrir. Víst vel á þetta. Svona, pabbi. Virðnilega. Byrjaðu nú á móðurinni. Svona, mamma. Ekki. Smíðalega. Svo vel. Svona, Frábært. pabbi. Og mikið af súpu, takk. Svona. Skál, skonar. Skál. 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 Takk fyrir þetta. Takk fyrir. Það er eitthvað góður. Frábært boð.